Komið blessuð og sæl, það Suðurlandið sem heilsar. Við erum á leiðinni austur fyrir fjall eins og svo oft áður og ætlum meðal annars að koma við í listasafni Árnesinga í Hveragerði. Við segjum skák og mát í Fischersetrinu á Selfossi, en fyrsti viðkomustaður okkar Kæribær á Kirkjubæjarklaustri. Kæribær, Kæribær, það skólinn minn. Líðnægir og reyja, gerum við vann freyja. Kæribær, Kæribær, það skólinn minn. Ég ekki hræddur neitt. Ég svona úlf. Ertu ekki svona hræddur við úlf? Nei, pabbi skýtur hann bara. Úlfinn? En einhverju úlfar hérna á Kirkjubæjarklaustri? Það eru minkar heima hjá mér. Fullt. Ég á minkagildrur mér segja. Og hvað gerið þið við þessa minka? Við setjum nú bara gildru. Þeir mega ekki fara í hænunum minn og stela þeim. Það eru tveir búin að borða alla harana. Það voru bara til tveir en það er búið að borða á minkunir. En af því þú sagði mér að þú værir ekki einu sinni hræddur við úlfa, einhverju úlfar líka hérna? Það er bara einn, eða ég er búin að skjóta hann. Skaust hann sjálfur? Nei, pabbi skaut hann. Og varstu með honum? Já, nei. Vissirðu það bara? Já, hann sagði mér þetta. En eru fleiri dýr hérna á Kirkjubæjarklaustri? Já, allavega kindur. Stundum kemur tófan, það étur lömbin. Það er ljúft að koma í Kærabæ, sem er 16 barna leikskóli á Kirkjubæjarklaustri. Skólinn skartar grænfána og að auki heilsuleikskóli. Þið eru heilsuleikskóli, hvað þýðir það? Það þýðir að við leggjum meiri áherslu á myndlist og sköpun og hreyfingu og við leggjum líka áherslu á það að hafa minna salt og sykur og fitu í matnum. Við matarborðið til dæmis mikið rætt hvað er í því sem þau eru að borða og það sem ég er vandræðagemlingur, fæ ég vilt öðruvísi mat. Þá verður alveg ofboðslega mikil umræða það af hverju ég er með öðruvísi mat og hvað er þá í þeirra mat sem ég má ekki borða og það verður ofboðslega mikil umræða þetta. Og þetta er bara búið að vera ósvöld skemmtilegt að taka þátt í þessu. Við erum líka svo erum við með heilsubækur fyrir hvert barn. Það sem við skráum bæði veikindin þeirra og hvað var gert og ef eitthvað hefur verið gert og þar skráð framfærð þeirra í hreyfingu og það er alltaf með skipulegan tíma í íþróttahúsinu einu sinni í viku með íþróttakennara. Ég er í 2 íþróttajakka. Má ég sjá? Adidas og Puma. Ertu bara í öllum helstu merkjunum? Ég bara elska íþróttir. Ég get með sér að hoppa á bakinu. Þegar ég hoppa niður á bakið og upp aftur. Veistu hvað þessi bláatín er fyrir? Nei. Þeir eru fyrir konnís. Stundum er að gera íþróttir hérna. Stundum fyrir íþróttahúsið. Ég fyrir að gera þegar ég fyrir að fara eins og kónguló í íþróttarinninni, hlaupa í zigzag og hoppa í hringinn, út og inn og fara á belg og svo hoppa á trampolini, 2 sinnum og svo fyrir ég að labba á hundum. Ég gat það alveg. Bara smá. Þú ert alveg rosaleg fimleikastjarna, heyri ég. Ef þú getur að hoppa á bakinu og labba á höndum. Viltu sjá hvernig ég get labbað á höndum? Já, takk. Ég gerir bara svona.
Já, ég skil. Ég er bara að reyna að búa hundum, heila. Ég lappa bara smá, heila, hundum. Grænfánan er líka grænfánuleg skóli. Það tengist allt rosalega mikið saman. Og vinnum mikið með lýðræði og hvernig það svona bara dæmi það, hvernig þetta tengist mikið. Það var einu sem sagt fund grænfánafundinum að þá kom svo tillaga það að við værum ekki að borða nógu mikið af ávöxtum. Við vildum fá það oftar á daginn. Börnin komum sjálf með þessa tillögu og þá var það náttúrulega bara gert. Bættum við ávöxtastundum og bættum við ávöxtum í skálinni. Það er óbærslega skemmtilegt að sjá hvernig þau fara að velta fyrir sér. Þú veist, bæði hvað er hollt og hvað er gott fyrir okkur að hreyfa okkur. Og þau hafa svolítið líf sitt að segja hérna. Já, þau gera það og við reynum að vera mjög lýðræðisleg og þetta eins og maður veit það er það innan ákveðna markað en það er samt, við reynum að leyfa þeim að taka þátt og spyrja hvað í raun og veru það er sem að þau vilja og hvernig þau vilja breyta því en þau þurfa líka pílnit að velta þessi fyrir sér af hverju vilja breyta því, það er ekki bara af því bara. Og við fáum ekki að segja af því bara, það er ekki í boði. Já, ég þurfti að hvíla mig á starfinu sem ég var í og var hvattur til þess að prófa að fara að vinna á leikskóla og ætlaði að gera það bara í smá tíma en einhvern veginn kolfélli fyrir þessu lítrikastarfi. Ég átti einu sinni hesta en þeir eru dauðir. Hvað kom fyrir þá? Þeir voru bara alltaf gamlir. Fyrst stóð einn og svo dóu þeir. Því þeir fukku ekki nú að borða eða líka og þeir eru líka alltaf gamlir. Var það ekki svolítið sorglegt? Nei, bara sko hestahúsið er eða brotið. Þakið er búið að detta af og sko hænunar, litlu ungarnir eru búið til hús úr þessu þökum. Þannig að þær komu bara í staðinn? En sko, litlu hænunar eru ógeðslega brjálaðar þegar ég er að reyna að halda þeim. Þegar ein hvíta, hún er bara brjáluð. Þegar ég er að reyna að halda henni, hún klórar mér. Hún klóraði mig hérna en nú er það bara að fara. Og hvað gerir þú þá? Ég set hann aftur hreiðri. En hvað er uppáhaldsdýrið þitt? Lömb. Og líka kindur. Og líka hestar. Það er einu sem ég, sko, sem dýr sem ég finnst uppáhalds. En hefurðu farið á hestbak? Það er mjög langt síðan. Það er þegar ég var bara svona. En hvað ertu núna? Þegar ég á aftur á manni, það er svona. Þegar ég á aftur, það er svona. En heldur að þið fáið ykkur aftur hesta? Sko, langaði minn eftir að gefa mér hest. Er hann hestamaður? Já, hann er sko mjög mikill hestamaður. Hann á mjög mikið hestum. Þeir eru bara allir út allt á túninu hans. Svo bara grænt er gas. Hvað heldur þið séu margir? Þeir eru eitthvað 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Hvað er svona heillandi við þetta? Það er einhvern veginn bara þetta líf, einhvern veginn, þetta rosalega fjör og líf og þessi uppspretta hugmynda sem kemur frá krökkunum. Hún er svo lifandi og skemmtileg og maður verður einhvern veginn bara svo, já, það er bara dagarnir bara fljúga áfram í einhverjum skemmtilegum heimi og ævintýrum og svona, það var mjög heillandi. Nú ertu með allan aldur hérna, svona á einni deild. Já. Hvernig gengur það? Bara í langflesta tilfelli mjög vel. Þetta skiptum við okkur stundum upp yfir daginn eins og í ávaxtastundum og það sem við erum að lesa fyrir þau og þá aldur skiptum við þeim og eins ef það verða mikið læti eins og stundum getur orðið ykkur þá höfum við aðstöðu til þess að loka okkur af með yngri börnum svo að hvíla þau aðeins en öðru leyti þá er þetta bara alveg frábært. Eldri börnin læra
mikið af því að taka tillit til yngri barnanna og þurfa að passa sig og þar leiðandi taka tillit til annarra. Og svo yngri börnin læra að herma eftir eldri börnunum og mér finnst þetta ofsalega skemmtileg blanda, ofsalega hrifin af henni. Og hér mikið karlaveldi? Í þennan vetur, já, mikið karlaveldi. Þetta skiptist svolítið. Stundum þetta stelpuskóli og stundum þetta strákaskóli. Það svona virðist vera einhvern veginn í loftinu hérna kannski að þegar konur verða úldar þá það svolítið mikið með sama kynið. Allavega alltaf til skiptis. Stór árgangur af strákum eða árgangar eða af stelpum. Amma mín hún svolítið sorglega því að afi minn dáinn. Þetta ekki langafi minn. Þetta gamli afi minn. Og það svolítið sorglegt. Ég veit það, en nú hún farin upp í heiminn. Nú byrjar á leikskóla í Reykjavík. Finnur einhvern mun á krökkunum þar og hér? Já, ég finn talsverðan mun. Aðalega þá krakkarnir hér alast náttúrulega upp í svo miklum tengslum við náttúruna. Þau eru mjög meðvituð umhverfið sitt og við erum grænfránaleikskóli, þannig að hér flokkum við allt í tætliður og vendum okkur svona við að sinna umhverfinu. Og þegar við förum í göngutúra þá eru þau, ef þau sjá rusl þá bara hlaupið og ná í það og svona, þau eru mjög meðvituð að það sé allt snyrtilegt svona í kringum þau. Og svo allt annar orðaforði hér á börnum heldur en í bænum. Þau stundum eins og maður sé að tala við bara eldri borgara, það svo dásamlegt. Það svona ekki eins mengað tungumáli hér af svona slangri og þess háttar. Og bara mjög skemmtilegt. Og hér lesa krakkarnir Bændablaðið og spá í traktora og alls konar heipindivélar og svona, það mjög skemmtilegt. Og daginn voru þeir að skoða Bændablaðið og segir eitt svona, Pétur, nú erum við alvöru kallmenni, við erum að lesa Bændablaðið og við þurfum að skoða traktora. Og þetta eitthvað sem ég hefði aldrei heyrt í Reykjavík. Þannig að starfið með eldri borgunum kannski nýtist ágætlega hér? Já, það eiginlega gerir það. Allan ég með orðaforðan í mér, eins og hér. Það skólinn minn, líta ég og reyra, mér lifa meira. Kæri bæ, það skólinn minn. Nú stendur yfir sýning í listasafni Árnesinga sem hefur vakið verðskuldað athygli. Sýningarstjórar þeirra sýningar eru Aðalheiður Valgeirsdóttir og Aldís Arnardóttir og við fengum safnstjóran Ingu Jónsdóttur til þess að segja okkur betur frá því sem að bíður safngesta. Já, þetta sýning sem ber heitið Tímalög Karl Kvaran og Erla Þóranesdóttir. Þetta verk tveggja íslenskra myndlistamanna sem hafa hvort sig ákveðna sérstöðu í íslenskri listasögu. Heitið vísar í það að við erum hérna með 2 kynslóðir, tíminn sem felst í því og líka tilvísun í hvernig þau vinna, leggja lag og ná lag, þannig að það eru tímalög, þannig að þetta heitir með margvíslega tilvísanir. Hvað einkennandi fyrir þessi tímabil í list þeirra? Við skoðum hérna tímabil Karls, tímabil frá 1968 til 78 í hans ferli. Þá hefur hann náð mjög mikil góðri færni og búinn að þjálfa tækni hvernig hann vinnur með gvasslit og yfirleitt þegar talað notkun gvass þá nafn Karls Kvarans nefnt í sömu andrá. Erla hins vegar, hennar einkenni, við erum að skoða verkin hennar frá síðustu 10 árum og þá hefur hún notað blaðsilfur í verk sín sem eru svona svolítið einkennandi fyrir hana. Og þau eru bara sífellt að breytast, með sér bara hér inni? Já, silfur, þar kemur tíminn líka við sögu því að silfrið oxast
og kannski sérstaklega hér í Hveragerði á þessu hverasvæði, en það eitt verkið á sýningunni sem hún kallar oxun á flekaskilunum eða oxun á flekaskilum, og það var nýlagt silfrið þegar sýningin opnaði og var bara silfurlitað, en orðið nú mjög gullið, því að það eins og silfrið breytist í blað gull þegar það oxast. Það verður alltaf gull í Hveragerði. Við skulum segja það. En það ekki margir dagar eftir að þessari sýningu. Hvað það sem tekur við? Já, þessari sýningu, síðasti sýningadagurinn 13. nóvember og þá tekur við sýning sem ber heitið Nautn, Conspiracy of Pleasure, og sú sýning var samstarfsverkefni milli Listasafnsins á Akureyri og Listasafns Árnesinga. Þetta var sumarsýning safnsins á Akureyri síðastliðið sumar og fékk mikla athygli og verður vetrarsýningin hér. Og þar eru 6 íslenskir listamenn sem að eiga verk, og þau velta fyrir sér nautn, svona ýmsum birtingamyndum nautnar, og hún svona marglaga og margtækt að íhuga á þeirri sýningu. Hvernig verður þetta safn til á sínum tíma? Sko, safnið verður til þegar Bjarni Bjarnadóttir gefur Árnesingum stóra málverkagjöf árið 1963, og upphaflega safnið staðsett á Selfossi. Þar það til sýnis og opið almenningi og undir heitinu Málverkasafn Árnessýslu, og þar með eitt elsta listasafn utan höfuðborgarsvæðisins sem opið almenningi. Eftir að sýslunefndin var lögð niður það héraðsnefnd Árnesinga sem eignast safnið, og að héraðsnefndinni standa öll sveitarfélögin 8 í Árnessýslu, og það mátti segja að eigendurnir eru allir íbúar Árnessýslu. En hvernig aðsóknin? Aðsóknin fer vaxandi og bara mjög góð. Á síðasta ári var algjört metár í aðsókn, og við finnum það hérna að fólki finnst forvitnilegt að koma hingað. Við margar sýningarnar sem hafa verið settar upp hérna hafa vakið athygli og spyrjast vel út. Við leggjum líka svolítið upp úr því að fólki líði vel að koma hérna. Það getur tillt sér niður og skoða lesefni. Við gefum alltaf út sýningaskrár sem fólk getur sest og yfir og lesið og fengið sér kaffibolla. Það alltaf hérna einhver aðstaða fyrir börn. Við leggjum áherslu á það að það séu allir velkomnir og öllum aldri. Og við ætlum einmitt að byrja núna nýja dagskrá sem verður starfrækt í vetur fyrsta sunnudag í hverju mánuði. Þá bjóðum við sérstaklega fjölskyldufólk velkomið. Við ætlum að skoða 1 til 3 verk eftir aðstæðum og skoða þau og virkja fantasíu barnsins, hvað það sér í því. Og þegar við erum búin að tala verkið og spá og spekulera, þá endum við þetta á því að gera sameiginlega kannski eitt verk sem innblásið af því sem við erum búin að vera að tala Leiðið hans Fishers í kirkjugarðinum að Laugardælum lætur ekki mikið yfir sér og fátt minnir á dramatíska ævi þess sem þar hvílir. Íslendingar eignuðu sinn Fisher þegar skák einvígi aldarinnar var háð árið 1974 og gleymd honum ekki, eins og sannaðist mörgum áratugum síðar. Minningans lifir og enn leggur fjöldi fólks hvaðanæva úr heiminum leið sína í garðinn. Ég vissi það að eftir að hann dó, þetta voru gríðarlega rútur, margar rútur sem komu. Og það enn þann dag í dag, mjög margir sem koma á einkabílum og jafnvel sumir sem koma hingað inn. Ég vil bara fá að vita hvar leiðið og spyrja leiðbeiningar. Það alveg ótrúlega mikið af fólki og það fólk allstaðar aður heimi. Og það til dæmis fólk sem kemur hingað, það
frá Asíu. Það var einn maður hérna sem kom hérna frá Asíu og hann kom gaggjert til að koma leiðinu og í Fiskisetur. Svo vildi hann spila golf, einhvers staðar nálægt Reykjavík og svo fór hann til Asíu. Svo við séum annað par hérna, það var búið að ferðast hérna svolítið Ísland og var að leiðinni til Reykjavík og átti að fara að fljúga. Það sá hérna skilti hérna utan á húsi, Bobby Fischer Center, leiða sá skilti, heyrðu við verðum að koma aftur og koma í Fiskisetur og svo fara leiðinu. Og það kom eftir hálft ár í nokkra daga og kom hérna í setrið, fór á leiðinu og svo lítið meira og fór. Hvað það sem að fólki finnst mest spennandi að sjá hérna inni? Það ýmislegt. Sumir, það nú aðalega, myndi ég segja, tengt einvíginu 1972. Það náttúrulega það sem fólk þekkir best og forvitnast meira söguna. En það í rauninni ekki nema hálf sagan. Því að seinni hlutin sko ekki minna dramatískur, getum við sagt. Já, hann náttúrulega rosalega dramatískur seinni hlutin. En fyrri hlutin náttúrulega rosalega saga líka. Fyrri hlutin, þegar hann vinnur heimsmeistarakeppnina og Rússa sem áttu venjulega heimsmeistaratitilinn og tímum kalda stríðsins að hann, Amerikaninn, skildi vinna titilinn. Þetta var náttúrulega rosalegt áfall fyrir Rússa. Þannig að þess vegna var þetta einvígi svona rosalega mikið í fjölmiðlum. Og þessi viðburður, það náttúrulega kom Íslandi á kortið. Mjög fáir vissu þennan Ísland fyrir þennan viðburð. Þannig að þetta var í 7 vikur aðal helstu fréttaveitum og sjónvarpsstöðvum heimsins. Þetta mjög sérstök saga, eða spuni, ég má kalla það þannig, að hann skuli koma svo hingað síðustu árin og sem Íslendingur, koma sem Íslendingur hingað og dvelja hérna um 3 ár og látast hérna. Hvernig byrjar þessi svona, hvað maður segja, seinni kafli, þessi seinni dramatíski kafli? Þeir náttúrulega, þeir ákvaða að halda upp á 20 ára afmælið, heimsmeistareinvígið, Fischer og Spassky og tefla aftur á Júgóslavíu 1992. En þá var stríðið í Júgóslavíu og Ameríkumenn og Evrópubúar voru með viðskiptabann á Júgóslavíu út af þessu stríði. Og það var þannig að Ameríkumenn sögðu, þeir sendu honum fax á hann að fara að tefla. Þú mátt ekki tefla út af viðskiptabanninu. En hann reif blaðið og teldi. Honum líkaði ekki að stjórnin var að segja sér hvað hann ætti að gera og kannski hugsaði hann líka, hvað ég að gera? Ég bara að færa taflmenn frá einum reit til annars. En þetta hafði miklar afleiðingar. Já, gerði það náttúrulega. Hann fór ekki tilbaka til Ameríku út af því að hann vissi hvað hann gerði og hann vissi það að þeir myndu rétta yfir honum eða þeir myndu eitthvað gera í Ameríku ef hann myndu fara tilbaka. En Ameríkumenn lét hann eiga sig. Vandamálin byrjuðu eftir 11. september. Eftir 11. september þá voru fjölmiðlar sem hefði viðtal við hann og fór að spyrja hann út í þetta og þá sagði hann að þetta, ef ég væri svona lauslega þýtt, að þetta væri gott að Ameríkumenn að þeir ættu þetta skilið. Þá virkilega fóru þeir að hundelta. Af því að Ameríkumenn voru með viðkvæmir á þessu tíma, eðlilega. Og hann var í Japan svolítið mikið. Það óhætt að segja að vandræði Fischers hafi byrjað fyrir alvöru eftir 11. september. Bandaríkjamenn ógildu vegabréfið hans og fóru fram á framsal. Nú skildi réttað yfir honum vegna Júgóslavíu og sömuleiðis skattamála. Fischer var settur í fangelsi með hámars öryggisgæslu og var þar í 9 mánuði. Eða allt þar til íslenskir vinir hans með Guðmund G. Þórarinsson í fararbroddi gripu til sinna ráða. Málið var gríðarlega pólitískt en loks fekk Fischer íslenskt vegabréf. Það var Davíð Oddsson, hann átti mjög stóran þátt í þessu. Hann var utanríkisráðherra á þessum tíma. Og saga segir að Fischer hafi skrifað honum bréf og þegar hann fekk þetta persónulega bréf frá Fischer og það náttúrulega sér hann í bréfinu
að það ekki margir dagar til stefnu ef hann vill gera eitthvað og þess vegna þetta gert eins og ég skil þetta lagt fyrir Alþingi náttúrulega hraðasta leiðin því að Japanir eru bara að fara að framselja til Ameríku og Alþingismennirnir hefur samþykktu þetta og þegar leiðuður samþykkja þetta að þá fá þeir vegabréfið fyrir Fischer og þeir fljúga til Japans fara í fangelsi láta hann hafa vegabréfið og hann fer með þeim tilbaka. Fischer-setrið var opnað 11. júlí árið 2013 og rekið af félagi sjálfboðaliða. Það opið á sumrin en hægt að hafa samband við framkvæmdastjórnina og semja heimsóknir utan opnunatíma. We're in New York City, summer's sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing into their phones, but Bobby Fischer is all alone. The parks are buzzing with the birds and the bees. Friends are hugging in twos and threes. Lovers are kissing and exchanging their rings, but Bobby Fischer's playing 18 Kings.